Já, velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum aðeins að heyra af nýjum kennara á nýju skólaári. Til mín komin Jón Þorsteinn. Velkomin. Takk fyrir. Þú ert harmoníkuleikari, menntaður. Já. En ert að kenna núna í Brekkuskóla tónmennt. Akkurat. Nýbyrjaður. Já. Og hvernig líður þér? Heyrðu, sko, þetta er búið að vera mjög viðburðarík vika. Ég byrjaði sérst á mánudaginn. Já. Og þetta er í fyrsta skipti sem ég hef kennt tónmennt og hef kennt einhverjum hópum af fólki eða krökkum. Þannig ég vissi ekkert á mánudaginn hvað ég var að fara út í. Ég er náttúrulega búinn að vera misti sko af starfsstöðum. Því ég var úti í Danmörku að spila og kom ekki heim fyrir á laugardaginn og þá bara það er bara kennsla eftir 2 daga. Mæti á mánudaginn og með tilbúið eitthvað svona dæmi og síðan þetta bara svona já, gengur vel og síðan svona koma challenge eftir því sem að líður á daginn og síðan leiði mig bara raun og veru eins og ég hef hlaupið maraþon þegar ég kom heim. Og varstu það búinn að kenna frá 8 til? Þá er ég búinn að kenna frá 8 til sko, hvað var það, 1:30 eitthvað svoleiðis. Alveg búinn á? Nokkuð streit sko. Já, maður var svona svolítið. Og En varstu þá búinn að fá alltaf nýjan bekk og kannski gastu keyrt sama prógramið eða varstu alltaf með eitthvað nýtt eða hvernig skipulagðir þau? Já, ég var búinn að kenna mörgum bekki, þetta var sérst annar bekkur og allir í þeim árgangi og síðan allir í 3. bekk og eftir. Þetta er margir innan hvers árgangs, já. Þetta eru kannski 10-15 krakkar í einu og síðan þegar ég var svona búinn að hvíla með þess á mánudaginn þá taka þetta aðeins öðruvísi daginn eftir og vildi henni til að systir mín og mamma komi með í kaffi kvöldið og systir mín sko, hún þroskaþjálfari mennt og mamma er tónlistakennari alveg bara í síðustu 40 ár. Þannig að þarna var hafsjóra fróðleik bara komið. Hafsjóra fróðleik og við tókum smá spjall og ég mætti daginn eftir sérst með svona svolítið annað attitút sko. Bara leyfa börnunum svolítið að fá sko útrás líka inn á milli. Þannig að vera svolítið, blanda svolítið sko tímann. Það bara svínvirkaði og það var rosa gaman bara á 30 og 90 dag. Þannig að svona er maður bara að prófa sig áfram ef maður er svona glænýr og hefur ekki kennt áður. Akkurat sko, þannig að ég er bara heiminn sælt með síðustu 2 daga sko. Mjög skemmtilegt. Og svo að því þú ert í hlutastarfi þá ertu aðeins að jafna núna að safna kröftum fyrir næstu viku. Já, akkurat, einmitt. En af hverju heldur það sé svona erfitt að ráða tónmenntakennara? Það er kannski erfitt fyrir þig að meta eftir heila 2 daga en kannski getur þú svarað þessu betur í vor, ég veit það ekki. Já, akkurat sko. En getur þú ímyndaði hvað það er? Þú ert eini held ég tónmenntakennarinn starfandi á Akureyri. Já, sko, þetta er náttúrulega mjög krefjandi. Já. Og þetta er nú held ég sko, bara það að vera með hóp, kannski 15, hópa 15 krökkum sem eru mjög mismunandi. Og ef á að gera eitthvað, á að spila eitthvað eða gera eitthvað eða hlusta, það er mjög erfitt að einhvern veginn að ná þeim öllum. Þú þarft að vera rosalega vel undirbúin og þú þarft að leggja rosalega mikla vinnu og orku í það bara að undirbúa hverja einustu nánast sekundu í tímanum. Þegar ef það kemur dauður tími í einhverja 2-3 sekúndur og það er kannski einhverju sem, já, það getur allt verið vitlaust. Þannig að ef það ert ekki með allt planað. Og vitlaust og hávaðasamt. Já, einmitt. Þetta er mjög hávaðasamt en ég veit ekki, kannski finnst fólki óþægilegt og kannski mér eftir að finnast óþægilegt núna í framtíðinni, ég veit það ekki, en þetta allavega er þannig núna að líka tónlistamenn eru kannski meira menntaðir í það að vera í einkatímum. Já. Hefurðu verið að kenna svoleiðis, maður og mann? Já, það er það sem ég hef verið að gera og það er svona það er þægilegra mörgu leyti, þá er maður bara með einn nemanda, maður getur fókusera meira á því og þeir sem eru í tónlistinum eins og ég hef verið sem með mastersgráðu í tónlist að þetta var ekki eitthvað sem ég stemdi að. Nei. En skemmtilegt að prófa og allt og gott örugglega. Og þróaðist bara þannig núna að ég sótti þetta starf og fékk það og ég er bara mjög ánægður eftir þessa viku sem búin er og Og þetta annar, hvað árgangar er þetta? Annar, 3., 4.? Já, þetta er alveg fyrst upp í 7. Fyrst upp í 7, já? Já. Þannig ég fæ alla krakkatíminn í fyrsta upp í 7. Þannig að maður þarf svolítið að stilla sig inn á, maður er kannski með 5. bekk morgun og síðan, 1. bekk morgun og síðan 5. bekk. Þannig að það virkar ekki það saman. Og hvað leggur upp með? Ætlarðu að láta þau syngja eða spila eða bara hlusta á tónlist eða þarftu bara að blanda þessu öllu saman eða hvernig undirbýr maður svona? Já, þetta er rosa gott að blanda því saman einmitt.
Ég hef mjög gaman að láta þau syngja og þau hafa mjög gaman að syngja. Þannig að það er gott að byrja kannski daginn á bara syngja og kröftugt og standa upp og hreyfa sig með og síðan getur maður kannski farið eitthvað aðeins meira að fókusera og síðan þegar maður finnur að þau eru svona kannski aðeins að byrja að ókyrrast, fara þá bara strax í eitthvað útrás. Það getur verið stoppdans eða eitthvað með tónlist, bara spila tónlist annarkvort á harmoníku eða í græjum og þau dansa og fá smá útrás. Tekurðu harmoníkuna með? Já, ég hef búinn að spila alveg fullt af harmoníkuna. Það er dálítið gott. Það er mjög, og þeim finnst það náttúrulega mjög spennandi líka að sjá harmoníku. Ætli það verði ekki bara þáttaka í harmoníkunámi á Akureyri? Já, það geti verið, sko. Svo mikilvægt að hafa fyrirmyndir, sko. Já, nákvæmlega, sko. Þannig, Og hvenær ákast þetta, sækjum að vera kennari og hvernig leiðir svona í aðdragandanum? Varstu eitthvað orðinn stressaður eða var þetta bara spennandi? Já, sko það þróaðist þannig að ég sótti þetta stað. Það var á þeim tímapunkti sem við fluttum inn í bæinn að það var ekki mikið að gera í tónlistarkennslu fyrir harmoníkuleikara. Þannig að ég svona fór að skoða í kringum og sá þetta auglýst og sótti og síðan náttúrulega var ég bara svona ok, ég veit ekki, ef ég kannski fæ eitthvað annað en síðan bara nei, nú er ég bara að fara að gera þetta. Þetta er málið, ég veit það. Ég er bara að stilla minn á þetta og ég náttúrulega var svolítið stressaður og sko fyrsta daginn þá var ég bara, eins og ég segi, ég sé ekkert hvað maður er að fara út í. Er maður að fara í einhvern pakka þar sem það eru bara hlaupandi, öskrandi krakkar út alla stofu og maður hefur enga stjórn. Eða verður þetta bara í lagi? Sem þið sýnist að ætla að vera? Já, og ég myndi, sko, það er bara búið eins og ég segi að vera frábært núna í þriðjudag og miðvikudag og ég myndi bara hlakka til að þegar maður sér, sko, ef maður næri þeim, krökkunum, ef maður næri áhuganum, þá eru þau móttækileg til í þetta. Virkilega móttækileg og þá er þetta bara virkilega gaman. Þá er maður bara að vinna með einhvern leir og getur látið því gera ímyndlega skemmtilegt og þá er þetta bæði skemmtilegt fyrir þau og mig. Það er náttúrulega draumurinn. Það er draumurinn, sko. En ég segi bara gangi þér vel, gaman að heyra og takk fyrir að gefa þér tíma. Það var svo erfitt að fá kennara í þáttinn þegar ég var að kenna. Það var frábært að þú varst í hlutastarfi. Takk fyrir kærlega og gangi þér vel. Takk fyrir mig.